Hvar ertu í pólitík? Já, ég út af fyrir sig var ekkert brennandi í andanum að verða stjórnmálamaður. Mér langaði frekar að vera svona hennum listræna sviði. Mér langaði frekar að verða í leikhúsinu og eftir ég hefði verið að leika Bubba Kóng og Sveinn Einarsson leikstýrði þá réða mig sem leikhúsritari í 2 ár í leikfélagi Reykjavíkur og ég hef nú með öllum mínum störfum þá hef ég nú skrifað mörg leikrit. 2 leikrita minna voru sýnd á öllum Norðurlöndunum í sjónvarpi og svo hef ég skrifað með Þórarni og Hrafni leikrit fyrir Þjóðleikhúsið og revíu fyrir leikfélagi Reykjavíkur og fleiri verk, þannig að fyrir utan smásögurnar og söngu á texta og þess áttar þannig ég hef aldrei viljað slíta mig alveg frá þessu og ég hef ekki haft neitt metnað til þess að verða mikill rithöfundur eða þess áttar en ég nægilega góður fyrir mig og eftir atvikum þá hugsanlega í einhverju tilvikum nægilega góður fyrir einhverja lesendur og þá það gott og gaman og einhver tíma gef ég út 3. smásagnarsafnið, það nú svona komið vel á veg að minnsta kosti og kannski skáldsögu einhvern tímann sem ég hef svona verið að svona tímalausa skáldsögu þannig að maður getur gefið sér góðan tíma í það. Þannig ég ennþá að og ég hugsa ég hafi skrifað meira heldur en sumir þeir sem hafa verið atvinnurithöfundar með öllum þessum störfum mínum. En ég var að spyrja þig pólitíkina. Hvar ertu í pólitík? Já, ég held að ég sé svona, ég er frelsismaður í stórum dráttum en vil að frelsið hafi mjög ríkar takmarkanir til að mynda í þeim efnum fyrst og fremst að frelsi eins gangi ekki yfir annan, frelsi ofríkismanna gangi síst yfir aðra og menn eigi ekki að koma hlutum sem eru til að mynda í eðli sínu einokunar þættir. Þeir eru að vera í höndum þjóðar eða sveitarfélags eða samfélagsaðila því að annars koma verstu eiginleikar frelsisins fram þegar að menn komast í einokunar aðstöðu. Þannig að ég er frelsismaður en mildur frelsismaður. Hefði verið algjörlega óhugsandi að þú hefur orðið vinstrimaður, félagshyggjummaður. Þú ert kominn af alþýðu fólki á Austurveginum á... Já, það var náttúrulega þannig að ég var nú svona pólitísk viðrýni til dæmis í menntaskóla þegar ég er kosinn inspektor skóli þá forseti skólafélagsins þá var keppt Þorvaldur Gylfason við mig sem hefur aldrei getað fyrirgefið mér það að hann skyldi tapa en menn eins og Geir Haarde og Kjartan Gunnarsson studdu hann en menn eins og Kári Stefánsson og Álfheiður Ingadóttir og það studdu mig og kannski hefur Álfheiður séð eftir í alla tíð en ég held nú ekki Kári, við Kári erum ágætir vinir. En þú hefði getað orðið vinstrimaður? Já, á þessum tíma var ég eiginlega hvergi en ég held hins vegar þessi eiginleiki minn um að vilja ýta undir frelsi og svigrúm fólks til orða og athafna og sérstaklega til umræðuna hefði gert það að verkum en ég hefði aldrei getað orðið svona stjórnlyndur þöggunarmaður og pólitískur réttrúnaðarmaður. Það hefði ég aldrei getað orðið.